Þetta voru svör frambjóðenda, álit þeirra á stöðu kirkjunnar. Við skulum aðeins þrengja og einbeita okkur að því embætti sem þið sækist eftir. Dr. Gunnar Kristjánsson ætlar að leggja það fyrir. Já, næsta þema er það efni sem hér í brennipunkti, þar að segja biskupsembættið. Og það spurt hvort þið lítið svo á að embætti biskups Íslands hafa vaxið á undanförnum árum og þá ef þau sammála því hvaða leiðir eru til að bæta úr þessu. Og stikkorðin sem það hafði fengið hér eru miðstýring, dreifræði, prófasdæmin, prestaköll og sóknir. Já, og það kannski ef að Sigurður Árni byrjar núna og við förum samt samskonar hring. Já, það varðandi biskupsembættið að við getum eiginlega lýst hlutverkum biskupsins með bókstöfunum T og V. 2 T-um og 2 V-um. Í fyrsta lagi er biskupsembættið, það er tilsjón með hinu kirkjulega starfi og biskupin er ætlað að tala, predika. Og síðan er það V-in, það er vísitasía og vígslur. Þetta eru í heild þessi störf biskupsins og þetta eru T og V og það er ágætt að líka að biskupsþjónustan sé svolítið sjómannsvæn í því stærra samhengi. Á síðustu árum þá hefur vegna aukins frelsis kirkjuna þá hefur ábyrgð færst frá kirkjumálaráðuneyti yfir til kirkjunar í stórauknum mæli og biskupinn hefur orðið að axla mikla stjórnsýslu, meiri stjórnsýslu heldur en áður var og biskupsembættið er orðið stjórnsýslu embætti og mín sýn er sú að við þurfum að taka þessa þróun í endurskoðun og biskupinn þarf að vera meiri andlegur leiðtogi og kannski minna framkvæmdastjóri kirkjunar og við getum kannski líka sagt að biskupinn þurfa að verða meiri kirkjubiskup en minni stjórnsýslubiskup. Við höfum þörf fyrir djúpsæjan andlegan leiðtoga. Biskupinn á að vera prestana en biskupinn það líka að stíga inn í almannarýmið og þjóna þjóðinni með visku, þarf að tala inn í þessar flóknu aðstæður samtíðarinnar með trúarlegu viti og fullri einurð. Takk. Sér að Þórhallur. Já, það er einmitt spurningin biskupinn og stöðu hans og það er nú, ef maður horfir bara til sögu 20. aldarinnar og þeirra þróunar sem hefur átt sér stað eins og biskupsstofu, þá sjáum við náttúrulega hvað breytingin hefur verið mikil. Því ég var nú að rifja upp þegar ég var 14 ára gamall að sópa þakið í Skálholtsdómkirkju og kjallarann og þar út. Þá man ég líka eftir því að þegar ég var strákur þá kom ég stundum og átti leið á biskupsstofu og þá voru náttúrulega fáir starfsmenn þar, enda skipulagið allt annað og eins og komið hefur hér fram að þá voru tengslin við ríkið allt önnur. Síðan hefur þetta stækkað og vaxið og meir hefur biskup orðið einmitt eins konar skrifstofumaður. Hann þarf að sinna skrifstofustörfum og alls konar veraldlegu vafstri sem að hvílir á honum og tekur mikinn tíma. En leiða þá, eins og við höfum heyrt hér, við erum að tala styrkleika og veikleika kirkjunar. Þá er ekki bara kirkjan sem kallar eftir biskupi sem talar til safnaðana og til starfsmanna. Þjóðin öll kallar eftir slíkum biskupi. 1 mínúta. Við vorum líka að tala hérna hrunið sem hefur orðið. Það eru margir sem eiga mjög sárt að binda og ég hef nú fundið það til dæmis á þessu námskeiðin sem ég hef haldið. Ég hef líka verið með svona hamingju námskeið þar sem ég er að reyna að peppa fólk upp eftir hrunið og það er líka vantar rödd sem að tala jákvætt og tala nú kemur með hinn kristna jákvæða boðskap inn í samfélagið okkar eins og það er. Einhvern veginn skipulagið þannig eins og við þekkjum að biskup hefur lítinn tíma til þess þó hann eflaust glaður vildi. Og ég held einmitt núna að við stöndum á þessum tímamótum í dag, við erum að horfa kannski dálítið tilbaka og til framtíðar, hvernig biskup viljum við hafa og núna er dálítið tækifæri og náttúrulega í samvinnu við kirkjuþing og alla góða aðilar sem vilja taka höndum saman að breyta hlutverki biskupsins.
frelsa hann frá því að sitja á kontornum og gefa honum tækifæri til þess að koma til fólksins, til kirkjunar, safnaðana, prestana og þjóðarinnar og tala við okkur, segja okkur af hverju við getum verið glöð og bjartsýn. Takk. Kristján Valur. Já, ég hef stundum hugsað þegar maður að hlusta á umfjöllun biskupsembættið undanförnu að þá næstum því eins og maður fáði á tilfinninguna að biskupinn sé svona svo einvalds konungur í kirkjunni. Ef hann væri það, þá myndi ég ekki óska eftir því að fá það embætti. Það mælt svo fyrir í lögum að biskupinn annars vegar og kirkjuþingið hins vegar svona með ákveðinni jafnstöðu yfir vald kirkjunar sem sagt að biskupinn og kirkjuþingið saman. Biskupinn að vísu skipturinn í brúnni, en hann sem sagt, þetta svo ákveðin jafnstáðu. Kringum hann ákveðið teymi fólks. Þannig að ég get nú ekki séð að hann sé mikill einvaldskonungur þannig séð, en hann hefur ótrúlega gríðarlega mikil áhrif og þannig verður það líka áfram. En tilsjón biskupsins má þetta aldrei vera tilsjón bara að ofan og niður. Tilsjón í kirkjunni sameign kirkjunar í heild. Hún sameign þannig að það tilsjón foreldra gagnvart börnum sínum á heimili, það tilsjón prests gagnvart sínum söfnuði, tilsjón prófast gagnvart sínum prestum og kirkjum og svo tilsjón biskupsins, og biskupinn hvílir í allri þessari tilsjónar hreyfingu sem kirkjan þar sem hver ber ábyrgð á öðrum. Þannig að það embætti sem hér til umræðu, það má kannski skilgreina það upp á nýtt. Það mætti taka upp starfsreglur fyrir biskup í staðinn fyrir að nota bara erindisbréf 1742. Það of gamalt. Takk. Takk fyrir. Örn Bárður. Já, Sigurður heitinn Pálsson sagði kirkjan í rúst. Ég vil ekki að það miskilist að það sé mitt álit. Það hefur gríðarlega margt verið gert til bóta í kirkjunni á liðnum áratugum og því bara fagna. En þessu verki lýkur ekki. Biskup andlegur leiðtogi, eins og prestur í söfnuði, en hann þarf jafnframt að sinna veraldlegum verkefnum. Við getum ekki aðskilið þetta. Reynið að aðskilja þetta í ykkar eigin lífi. Kristur gerðist maður og þar með helgaðan hið veraldlega, hið jarneska. Og það guðsjónust að sinna því, eins og við erum öll að gera. Hann þarf að vera sveigjanlegur en staðfastur. Hann þarf að miðla málum og sætta. Hann þarf að vera fastur fyrir gagnvart ríkisvaldinu, en eiga í góðu samstarfi við allt gott fólk og auðvitað ríkisvaldi líka. En ég vil breyta ásýnd biskupsembættisins. Það var óhjákvæmilegt þegar verkefni voru færð frá ráðuneyti til biskups að risið á kirkjunni hækkaði svolítið. Nú þarf að lækka það aftur. Ég vil að biskup verði sýnilegri. Hann má ekki ganga í skrifstofubjörg. Ég vil að biskup messi reglulega í dómkirkjunni, að þjóðin hafi aðgang að hann til að hlusta á hann að hitta hann, að hann haldi biskupsmessur í landsfjórðungum einu sinni á ári. Hið andlega hlutverk og hið veraldlega verði ekki aðskilin. Þetta mikið og vandasamt embætti og enginn getur í raun gegnt þessu embætti einn og óstuddur. Ég get það ekki, en ég get það með Kristi og með góðu fólki. Takk fyrir. Takk. Næsti, gjör svo vel. Takk. Já, ég geti nú tekið undir flesta sem að sér Örn Bárður sagði. Það eru mikla væntingar varðandi biskupsembættið. Manni finnst eiginlega að fólki finnist að biskupinn eigi að vera fullkominn. Hann eigi ekki að líkjast Kristi og feta í sporin hans, heldur eigi hann að vera Kristur, og það getur náttúrulega engin manneskja. Þess vegna hef ég sagt að ég veit ekki allt, ég get ekki allt og ég þekki ekki allt, þess vegna þarf ég öðru fólki að halda hér eftir sem hinga til. Og þess vegna svo mikilvægt að biskupinn hafi gott samstarfi fólkið sem vinnur í kirkjunni og sé næmur á að hlusta eftir því sem umræðinni sem framfyrir þjóðfélaginu, til þess að gera kirkjuna betri, til þess að boðskapurinn eigi greiðar aðgang af fólkinu. Kirkjuþing hefur öll völd í kirkjunni. Biskupinn hefur ekki mikil völd ef maður talar þannig. Það er kirkjuþing sem hefur það, en biskupinn situr í kirkjuráði og ég er ekki enn búin að
komast að því hvort að biskupinn á að vera formaður kirkjuráðs eða ekki, en ég vil að hann sé í kirkjuráði vegna þess eins og fram hefur komið, þá ekki hægt að aðskilja hið andlega og hið veraldlega, það ekki hægt. Og þessi líking sem að sér Örn tók Jesús, við vitum það að hann var bæði Guð og maður. Það nú bara nærtæk líking. Hins vegar þá á biskupinn að vera leiðtoginn að kirkjunar. Hann á að leiða hjörðina og það, ég sé það fyrir mér sem kona og móðir að ég myndi leiða þessa hjörð eins og ég hef leitt mitt heimili og mína fjölskyldu. Og fyrst ég hef ekki meiri tíma þá kemst ég ekki að prófastemminu sér að Gunnar. Takk. Þóri Jökull. Já, það blasir við öllum að biskupsembættið umsýsla þess hefur vaxið gríðarlega og það nú kannski ein af ástæðunum fyrir því að ég legg svo til að embættið biskups Íslands verði lagt niður í núverandi mynd eða unnið verði að því. Sumir virðast umgangast þessa hugmynd mína eins og fyrru eða eitthvað sem ómögulegt, en það það auðvitað ekki. Það út af fyrir sig mjög mikilvægt að við hugleiðum þennan möguleika og ástæður þess að landið verði fleiri biskupsdæmi, þær eru í senn hagnýtar og málefnalegar þegar kirkja annars vegar. Það að einn maður gegni þessum starfa yfirmanns kristinnar kirkju í heilu landi, það mjög óæskilegt. Það óhollt viðkomandi og það óhollt kirkjulífinu í landinu. Ég minni líka á að þetta fyrirkomulag arfur frá þeim tíma, landið tilheyrði Danakonungi og landið var gert að einu stifti í kirkju hans. Við tókum við þessu 1944 og höfum ekki hróflað við því síðan. Við þurfum fullmyndug biskupsdæmi fleiri í þessu landi, einmitt til þess að efla grasrót kirkjunnar, samfélagið á hverjum stað, söfnuðu hennar og starf. Þjóðkirkjan þarf undir forystu þessara biskupa að rifja það eindregið upp að kirkjan hún ekki ríkið og ríkið ekki kirkjan. 20 sekúndur. Og það kemur ekkert í stað safnaðarlífsins og lífsins innan prófastsdæmanna og að færa biskupinn nær kirkjunni í hverjum landshluta álít ég að sé mjög, mjög mikilvægt. Auðvitað eru biskuparnir hver á sínum stað, þeir yrðu gæslumenn kirkjuaðans og kenningarinnar og tilsjónarmenn safnaðarlífsins. Takk fyrir það. Sér Sigríður. Takk fyrir. Biskupsþjónustan í landinu, hún ein og hún felst í vígslu og vísitasíu og tilsjón með bæði vígðir í þjónustu og safnuðum. Og mér langar til að byrja á því sem ég tel vera styrkleika þessarar þjónustu. Af því að það alltaf svo gott að byrja á því sem jákvætt. Og það sem að mér finnst vera svo jákvætt við biskupsembættið það að við skulum hafa 1000 ára hefð í landinu fyrir þessari þjónustu. Hugsið ykkur, 1056. Ég að vona það að ég lifi 2056 þegar það eru 1000 ár frá því að fyrsti biskupinn var vígður í Skálholti. Það dýrmætt og flestir þessara biskupa hafa fleytt kirkjunni svo mikið áfram og verið þetta lím einingar og kærleika sem að hefur gert kirkjuna því sem að hún Kannski ekki Jón Gerriksson, ég veit það ekki, en þetta dýrmætt gjöf sem að við eigum. Það sem að hins vegar eru veikleikarnir, það núna á síðustu tímum þessi mikla stjórnsýslu ábyrgð sem á herðum biskups Íslands, eins og Ríkisendurskoðun og fleiri hafa bent á. Það of lítill tími þess vegna, af því að það fer svo mikið í stjórnsýsluna, þá of lítill tími sem að fer í tilsjónina og þessi gagnvirku samskipti. Af því að eins og Kristján Valur benti svo réttilega á að þá tilsjón ekki bara einstefna. Það líka þannig sem að maður lærir söfnuðina og fylgist með. Og það vantar markvissari framsetningu á hlutverki vígslubiskupa. Og þess vegna tel ég að það þurfi að efla hið eiginlega verksvið biskupana allra 20 sek. Í vísitasíum og tilsjón og byggja þannig á styrkleikum sögulegar hefðar, draga úr stjórnsýslu ábyrgð biskups Íslands og að auka síðan guðfræðilega umræðu mannréttindi og fjölhyggju.
Takk, Sverrir Gunnar. Það þarf ekkert að fjölyrða það hvort að biskupsembættið hafi vaxið of mikið á undanförnum árum. Það er öllum ljóst. Ég hef engan áhuga því að vera kontóristi eða ráðuneytisstjóri á Laugaveginum. Til þess höfum við skrifstofustjóra eða jafnvel framkvæmdastjóra. Ég ætla heldur ekki að draga vagnin einn eða vera til svara öll málefni varða þjóðkirkjuna. Ég vil vera biskup, ekki yfirmaður, heldur með í þjónustunni, fremstur meðal jafningja. Ég vil hafa tengsl við söfnuðina, ég vil hvetja, örva, koma með uppbyggilega gagnrýni. Einhver þarf að vinna skrifstofustörfin og ég vil fá til liðs við mig duglegt fólk sem að rekur dagleg mála af dugnaði. Ég hef áhuga á virkri þáttöku fólks í öllu daglegu lífi kirkjunar, eins og ég sagði áðan. Ég vil hvetja alla söfnuði til að hlúa að hópastarfi, prédikuna á mæltu máli, sem er mjög lúterst. Því að okkar er að lesa biblíuna, túlka hana inn í okkar daglega líf og sjá fullorðinsfræðslu. Ég vil sjá prófastdæmin taka til sín mun meira af verkefnum sem biskupsstofa annast núna og getur farið öðrum og ég vil að fjármál fari frá yfirstjórninni út í ángana. Prófastdæmin gætu auðveldlega með fjárhagslegum stuðningi tekið að sér annast útgáfu á fermingarfræðsluefni og öðru fræðsluefni. Þetta er fyrirmynda hvernig Kjalarnes prófastdæmi hefur tekið að sér samverur í Skálholti sem miða að því að auka gæði prédikana. Þarna gætu önnur prófastdæmi með sama hætti haft frumkvæði aðra málaflokka sem væru opin almenningi málefni varða þjóðkirkjuna miklu. Ég vil auka samgang biskups og sóknarnefnda í þeim tilgangi að efla samhug, samvinnu og samheldni innan kirkjunar. Það er að auka tiltrú fólks á kirkjunni sem samfélags með því að haga mínum störfum þannig að vera sem mest á ferðinni. Takk fyrir það.